Þetta Mary Yousafzai, 13 ára Masai-stúlka, nýkomin í ABC-skólann í Nairobi eftir viðburðaríka daga á flótta undan hnífnum og nauðungar hjónabandi. Hér finnur hún öryggi. Svo í síðustu viku þá var það 12 ára stelpa, þá var það mamman mjög ung, hún kom að máli við konu sem þekkir okkur, bað hjálp til að bjarga dóttur sinni. Stelpan 12 ára, og átti að gefa hana 57 ára manni og hún gæti ekki hugsað sér þetta. Og hún sjálf hún ung, hún ekki nema 20 eitthvað ára Og okkur tókst að ná stelpunni út úr þessu, það var mjög erfitt, tók alveg allan daginn, en að lokum þá bara var föðurinn sett stól fyrir dyrnar, annarkvort færi á lögreglustöðina eða stelpan kæmi, hann myndi láta hana sjálfviljúr af hendi. Og svo mamma gerði þetta, vitandi það, að eftir þetta allt, þá yrði hún lamin illa. Þannig að fyrst sagði henni, reynda að finna þér skjól hjá einhverjum. Og hún gerði það, hún hljóp til nágranna, var gamall maður og sagði, viltu venda mig? Og svo kom pappinn og sagði, þetta allt í lagi, ég er alveg rólegur, ég ætla ekki að gera neitt. Og þá kom hann aftur heim. Þá eftir 2 daga, þá landa hann hana. En hún vissi alveg að þetta myndi gerast, en ákvað samt að leita eftir aðstoð fyrir dóttur. ABC Barnahjálp rekur skóla fyrir börn Masai-fólksins í Kenya, en ættbálkurinn telur 1 milljón manna, bæði í Kenya og Tansaníu. Ævafornar hefðir einkenna Masai-samfélögin, meðal annars tíðkast limlestingar á kynfærum stúlkna. En hver staða unglingsstúlkna í þessu samfélagi? Unglingsstúlkur í Masai-samfélaginu, þær í raun og veru hafa engan rétt. Þær eru eign föðursins, fjölskyldunar, bara svona rétt eins og kýrnar eru eign. Þær eru í raun og veru bústofn. Og hann hefur alveg fulla rétt á því að ráðstafa þeim út eins og honum sýnist. Og það svona álíka fáránlegt fyrir stúlkuna að neita því að gera það sem faðirinn segir henni að gera, eins og fyrir kú. Og þannig að þegar að faðir ákveður að gefa út stúlkuna sína, þá umsker hann hana og það kemur einhver vinur hans eða einhver og kemur með gúr og semur við hann og þá á stelpan að fara og gerast eiginkona þessa manns. Og ef að stelpan neitar, það er hneyksli. Það í raun og veru mikil skömm og reyn hneyksli og hún illa í balinn og ég veit hvað, vantar virðingu og slíkt. Þannig að hún hefur engan rétt á því að segja nei. Og hvað aldrei gerist þetta? Þetta lögin náttúrulega banna þetta núna og núna eru skólarnir orðnir svona meira involveraðir þannig að það erfiðara fyrir þá kannski að gefa stelpur sem eru kannski 10 ára eða 11 ára. En umskurnin, hún getur í raun og veru farið framali kannski frá 10-11 ára aldri og svo upp í kannski 15-16 ára. Þannig að þetta í raun og veru svona frá kannski aldrei 12 ára, 12-13 og upp í 16-17. Þetta aldursspil. En konurnar taka þátt í þessu líka? Konurnar ger það. Og þær hafa í sjálfu sér ekkit annað val heldur því að hér tíðkast að maðurinn hann stjórnar sínu heimili með stafnum. Þannig að ef að hún hlýðir honum ekki heldur þá á hann alveg fulla rétt á því að berja hana. Þannig að eins og bara til dæmis hér, sá sem nú hjálpa okkur að stofna þennan skóla, þegar að hans dóttir flúði umskurð, að þá tók hans til og lamdi mömmuna það illa að hún bakbrotnaði. Og hún gekk ekki í 2 mánuði meðan þetta var meðan hún var að lagast. Og þannig það bara því að ef hún vill þetta ekki, þá þarf hún að ganga í gegnum þetta ofbeldi. ABC Barnahjálp hefur frá upphafi barist gegn ríkjandi hefðum meðal Masai-ættbálksins sem bitna á ungum stúlkum. En hvernig hefur ABC verið tekið í samfélaginu með þessi baráttumál á oddinum?
Sko, okkur samt vel tekið, þú veist. Sko, en ekki það að okkur hafi tekist að uppræta þennan glæp. Þú veist, fyrsta árið þá voru 10 stelpur í skólanum okkar umskornar. Þú veist, næsta ár þá tilkynntum við þetta ári, ef þetta gerist aftur þá látum við handtaka ykkur. Þú veist, þannig að sko, fólkið einhvern veginn svona dálítið á báðum áttum. Það sér þörfina fyrir menntunina, sko. Og þú veist, en það eru hefðirnar á það, þannig að það eiginlega svona svolítið í millibils ástandi eins og ég upplifa það. En samt þetta eins og, þú veist, yfir 95% af fjölskyldum hérna gerir þetta. Þannig að það sem var líka vandamáli þegar við komum hingað, það var að það var engin staður fyrir stelpur til að hlaupa til. Og þú veist, lögreglan, ef það kom á lögreglustöðuna, það hafði lögreglan engan stað til að senda þær. Eða ef það fóru til barnaverndarfulltrúans, það var engin staður. Hvert sem það var ekki, sko, öllu svæðinu, öllu þessi hér það ekkert barnaheimili, engin staður, þangað sem það gátu farið. Þannig að þá, sko, fyrst þá byrjuðum við bara, þegar kom eitthvað svona neðal tilfelli, þá höfðum við ekkert val annan en að fara bara með þær til Nairobi. Og þannig byrjuðum bara á því að þú veist, fara með það til Nairobi, svo opnum við þennan skóla hér og getum þá fylgst með krökkunum og stelpunum sem eru búa hérna á svæðinu í kringum skólan. En sko nauðsyninn á sko góðri heimavist og í raun og veru góðri björgunarmiðstöð alveg rosalega mikið. Það er bara eins og kvennaathvarfi. Já, nákvæmlega. Þú veist, kvennaathvarf fyrir unga stúlkur. Og núna erum við í raun og veru byrja á því, menn það búið að opna hérna, það eru 18 stelpur hérna inn á heimavistinni hjá okkur núna. Þetta er svona smá stúkað af bíl af einni skólastofu og svo stráka líka hérna. Þannig þetta er svona fyrsti vísirinn en sko þörfin náttúrulega gríðarleg því að sko allir sem ekki komst inn þegar þetta bara gegnum þetta sko. Eftir ítrekkaða beiðnir að koma stúlkum til bjargar í Masai-samfélögum í grennd við Kilimanjaro eldfjallið ákvað ABC Barnahjálp að verða við þeim óskum. Formlegt skólastarf hófst í janúar 2012, en fá stelpur almennt verri menntun en strákar. Já, eins og við heyrðum þannig að við vorum að tala við stelpunar aðan, sko, þegar það kemur kannski að þessu, á ég að mennta stelpuna eða strákin, þá veðið á strákin og það þá hægt að láta stelpuna fara eitthvað fyrir einhverja 2 eða 3 kýr eða eitthvað slíkt. Þannig að sko þær verða út undan. En á sama tíma, þú veist strákar geta líka verið að þjást. Og það algjörlega nauðsynlegt í raun og veru að einbeita sér líka að því að mennta strákana. Því þetta getur ekki breyst nema með menntuðum drengjum. Þetta verður að haldast hönd í hönd.